Sæl veriði og velkomin í loftsalinn í kvöld á þetta námskeið spánarsbók Daniels. Stefán Rafn heiti ég og mun flytja þessa fyrirlestra sem verða 8 talsins og ég starfa hérna í söfnunni sem prestur. Og við munum fara í gegnum bókina nokkurn veginn kafla fyrir kafla frá upphafi fram að allavega 10. kafla eins langt og við náum í 8 skiptum. Það eyja, lítil frönsk eyja í Karabíska hafinu, norðvestur af Barbados sem heitir Martinique. Hún hluti af svona smærri Antilla eyja klasanum, mjög lítil og álíka fjölbýl og Ísland, kannski 1% af stærð Íslands, ekki nema 1000 fermetrar. En eins og Ísland, þá þetta eldfjalla eyja. Og þið sjáu stjörnuna hér, þá þar stórt eldfjall sem heit Mount Pelée. En árið 1902, þá voru miklar og heitar kosningabaráttur sem átti sér stað. En ekki bara voru heitar kosningar, heldur var líka byrjað að hitna eitthvað undir í jörðu, því að eldfjalli byrjaði aðeins að láta taka til sín, ívast og spýta reyk og eldi. Og í borginni Saint-Pierre, sem var stærsta borg eyjunnar á þessum tíma, rétt við rætu fjallsins, var fólk orðið svolítið áhyggjufullt. Og það virtist sjá tákn eldgos til staðar allstaðar. Kosningarnar áttu að fara fram 11. maí og síðan áttu kannski að gera eitthvað í þessu, en strax í lok apríl, 23. apríl, byrjaði súlfur, gufur að rísa úr fjallinu og rigna hraungjalli og skjálftar fóru að finnast. Og nokkur dögum síðar byrjaði að spúa grjót og ösku en ekki að neinu ráði en eitthvað. Og deginum eftir kom aska úr fjallinu yfir bæinn. En stjórnvöld sáu enga ástæðu til þess að gera neitt að svo stöddu. Daginn eftir kemur þessi megna súlfurlykt yfir öllan bæinn og af alla fólkinu miklum ángindum og einhverjir fóru upp á topp til þess að kíkja á hvað í gangi og sjá það mikið stöðuvatni búið að myndast þarna og það greinilega eitthvað bara að fara að gerast. Og nú í byrjun maí þá fara að heyrast mikla sprengingar og mikli stólpar af svörtum reyk upp úr fjallinu. Það aska og vikur kemur yfir alveg hálfa eyjuna, en þá gerist ekki neitt. 4. maí öskufall svo mikið að skipin, þetta svona skipaþorp, skipin gátu alltaf stýrt í kringum eyjuna. Og sumir fara að hugsa, nei, nú þurfum við að fara að flýja heimilin. Og daginn eftir þá róast aðeins fjallið. En stutt eftir hádegi kemur svona háfjara og síðan smá flóðbylgja sem að fer yfir bæinn. Og 7. maí svona háværar drunur og hljóð farin að berast úr fjallinu reglulega nóttina. Dag eftir dag koma ný tákn. Og 7. maí öskuský, þrumur og eldingar og margir ætla að flytja og flýja, en í raun og veru þá eru fleiri sem að flýja inn í borgina frá nágrunninum, þannig að hún verður með nokkur þúsund manns í viðbótar en dagsdaglega. En engu að síður sögðu dagblöðin, það allt í lagi, óttist ekki neitt. Það vildi henni til að ríkisstjóri eyjunnar hafði meiri áhyggjur af komandi kosningum sem átti að vera 11. maí og hann hugðist þá alltaf rýma bæinn. Hann hafði meiri áhyggjur af kosningunum heldur en að eldfjallinu því hann hélt að ef það eitthvað svona panik þá gætu kosningarna ekki alveg farið eins og hann hafði viljað því hann þurfti að fá góða kosningar á þessum bæ fyrir sinn flokk. Svo hann fékk dagblöðin til þess að tala niður hættuna vegna eldgossins, setti jafnvel svona litla vegatálma sem hömluðu fólki yfirgefa borgina og hleypti ekki gegn símskeytum með viðvörun komandi eldgoss. Og hætti góðra pólitíkusa, þá fór hann í göng upp á fjalli nokkur dögum fyrir kosningar til þess að sýna að það væri allt í lagi. 8. maí, klukkan 8 morguninn, þá gaus eða sprakk fjallið og 1000 gráðu heit gufa og aska, eða gas og aska fór yfir bæinn á svona 150 km hraða. Hann gerði engan greinamun á stjórnmálaflokkum sú og drap ríkisstjóran og 30.000 manns sem voru í bænum á 2 mínútum. Bræddi bæði stál og gler og við talið svona eitt banvænasta eldgos sem við vitum. Hérna þorpið fyrir gos
Þið sjáðu svona huggulegt þorp og eftir var ekki neitt, bara eftir eitt eldgos. Og það sagan segir að það aðeins nokkur sem að sluppu, flestir eru að dóu nú, en einn sem að lifði af, hann hafi verið í dýflissu því það átti að taka hann að lífi, en vegna þess þá var hann náðaður. Öll táknin bentu til þess að fjallið myndi gjósa, en hvort sem það var af pólitískum ástæðum, tengdu kosningum eða það þótti bara óhentugt að hafa 30.000 manns á vergangi, þá hundsaði fólk tákn gossins. Í Mattheus 24. kafla á Jesú í samræðum við lærisveina sína endatímana og tákn þess. Hann nýkominn úr helgidóminum sem var magnað hús þeirra svona miðpunktur þeirra tilbeiðslu og nýbúið að endurgera það og það mikið og fallegt og þeir segja við hann, lærisveinarnir, hvað finnst þér í helgidóminn? Þetta alveg ótrúlegt bygging. Og hann segir við þá, sannlega segi ykkur, hér verður ekki steini við steini, allt verður lagt í rúst. Og lærisveinarnir eru sjokkeraðir og spyrja hann, hvað áttu við með þessu? Hér miðstuð okkar trúalífs og merkasta bygging landsins og þótt víða væri leita, af hverju ætti hún að eyðast? Það hlýtur að vera við enda tímana ef það myndi gerast. Svo þeir spyrja Jesú, segðu okkur, hvenær verður þetta? Hvernig sjáum við að þú sért að koma og veröldina líðundi lok? Því að fyrir þeim að hugsa sér að helgidómurinn yrði lagður í rúst var bara sama og endurinn myndi koma fyrir heiminn. Svo Jesús svaraði þessum báðum spurningum, hvenær mun þetta koma að helgidómurinn verði lagður í rúst og gaf tákn þess sem að myndi koma áður en það gerist. En á sama tíma svarar hann spurningunni tákn tímans áður en að endalokin koma og hann mun koma upp á nýtt og hann gefur þeim tákn þess. Þetta er stuttlega að fara yfir og hann segir varist að láta neyðan ykkur í villu, margir munu koma í mínu nafn og segja ég er Kristu, þeir munu spyrja hernað og ófriðatíðindi, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, það verður hungur og landskjálftar og ýmsum stöðum, allt þetta er upp að fæðingarhríðana. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata, fram munu koma margir falsbómenn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysli magnast mun kærleikur flestra kólna. En svo sem staðfastur er allt til enda verður hólpinn og fagnaður undir ríki mun vera predikað alla heimsbyggðina og þá mun endurinn koma. Svo hann gefið þeim tákn hvað muni gerast bæði áður en að Jerúsalem verður lögð í rúst og helgidómurinn 70 eftir Krist, nokkrum áratugum síðar og hvað mun koma fyrir hans endur komu. Hann nefnir falskrista og falsbámenn og hernað og ófriðatíðindi, hungur og farsóttir, jarðskjálftar og fleiri tákn. Og hann líkir þessu við fæðingarhríðir. Nú er ég nýbúin að eignast barn, eða kona mín átti það, ég á hluti í. Og þá er það einmitt þannig með fæðingarhríðarnar að það er athyglisvert að þær breyta svolítið þegar fæðingin fyrir að stað. Þær byrja kannski vægt og rólega en síðan verða þær ákafar og ákafari. Það er styttra á milli og það verða svona lengri. Þannig að upphafi var þetta vont en síðan sá ég að þetta var ekki bara vont, heldur var bara eins og að vera einhver að reyna að drepa hana. Þessu ákvæmt var það og var alveg í svona mínútu og kannski bara 2 mínútur á milli. Og hann talar tákn tímana sem að þessi muni koma og þessi hlutir hafa verið með okkur alla tíð, stríð og jarðskjálftar og hungursneið og plágur og hvað sem er, en það verður svona ákafar og meira sem að tíminn nálgast. Næsta vers eftir hann er búin að segja þetta, þá segir hann, þegar þið sjáið viðurstigið eyðingarinnar sem Daniel spámaður talar standa á helgum stað, lesandinn athugið það, þá flýið þeir sem Júdeu eru til fjalla og heldur síðan áfram. Sá sem að uppar á þaki fara ekki að sækja neitt í húsi sitt og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur og taka yfir sína og svo framvegis. Þannig að í þessum samræðum við lærisveinana þá kemur hann alltaf með þennan punkt og við spyrum mig, hvað er hann að tala hér? Jú, hann er að tala við lærisveinana í tengslum við endalokin og tákn þeirra og síðan minnist hann á Daniel spók og segir þegar þið sjáuð í framtíðinni viðurstigið eyðingarinnar sem Daniel spámaður talar athugið það, þá skuluð þið flýja. Svo hann vitnar í Daniels bók og segir það er eitthvað sem á eftir að uppfyllast í framtíðinni og þið þurfum bara að athuga það og þá munið þið vita hvenær þið eiga að flýja úr borginni. Þetta er eina bókin sem ég veit til að Jesú hafi
mælt með eða bent einstaklingunum á að rannsaka. Og sérstaklega þegar hann að gera þetta í tengslum við það sem að gerast muni. Að Kristur sjálfur hafi séð Daniels bók eigandi við framtíðina, ekki bara fornalda bók. Sem kristinn einstaklingur þá svona, já, mér þykir markvarinn að taka mark á orðum Krists, og ef að Kristur bendir á spádómsbók Daniels, það er þaðan sem ég hef tekið titilinn á fyrirlestrum í kvöld, bókin sem að Kristur eða Jesú mælti með að lesa. Það er nefnilega stundu þannig, og getur svo sem skilið að miklu leyti, að spádómar séu litnir hornauga. Það er svona annarkvort hugsa að þetta sé þvæla eða bara markleysa. Ekki heima í kristnin í dag, bara kannski einhverjum svona fanatísku hópum eða einhverju rugludalla sem er alltaf að koma upp með eitthvað. Sem er svo furðulegt því að kristnin sjálf byggist svo mikið á spádómum. Kristur kom ekki bara einhverju tómarúmi einhver tíman að gera eitthvað, heldur að búið að spá fyrir fæðingu hans, fyrir löngu og líf hans og dauða, og uppfylling rosalega margar spádóma Gamla testamentisins. Og ef þú einhver tíman ferð og lest bara Guðspjöllin í gegn, þá tekur eftir setningum eins og þetta mjög reglulega. Þetta gerðist til þess að ræta skildi það sem drottinn lét spámanninn boða. Nú rættist það sem að Jeremía spámaður hafði sagt fyrir Nú rættist það sem að Jesaja spámaður hafði sagt aftur og aftur. Sannspár var Jesaja ykkur hann segir, sagði Jesú. Þannig að aftur og aftur talað að það sem er að gerast á tímum Jesú sé uppfylling spádóma. Og Jesú Kristus sjálfur kom sem uppfylling spádóma. Helsti spádómurinn komu hans er að finna í Daniels bók, og Isaac Newton, sem nú kannski þekktastu fyrir vísinda afrek sín, en skrifaði rosalega mikið spádóma líka. Það er gaman að ég lesa bókum hann í ár. Þá segir hann Daniels bók, að Daniel var í hávegum háður hjá gyðingum þar til að dýmum Rómakeisarar Hadrians, og að afneita spádómum hans er að afneita kristninni, því að kristnin er byggð á spádómi hans Messias. Hann fyrir kannski það langt að segja þetta, því að grundvallar spádómurinn hvenær Kristur komið að fæðast er fundin þar. Þannig að það er ástæðan fyrir að ég segi já, ef að Kristur mæli með henni, þá kannski er gott að athuga hvað hún hefur að segja. Fyrir utan að það eru bara svo rosalega margar merkilegi spádómar og sögur úr Gamla testamentinu sem eru í Daniels bók, sem eru þess virði að líta á og skoða svolítið vel. Nú, ef að Jesú mælti með spádómsbók Daniels í sambandi við tíma endalokana, þá sér hann hana ennþá í framtíð með við hans tíma. En hvernig les fólk Daniels bók í dag, eða ef það les hana yfir höfuð? Það eru svona mismunandi sýnir sem við vitum að fólk hefur á hvernig túlka skuli spádóma. Og það er að flokka þetta svona á 3 vegu eiginlega. Ef þú skoðar ritskýringabækur nútímans, kemst að því að flesti fræðimenn allavega efast trúveruleika spádóma. Bara við vitum, rökhyggjan segir okkur að við getum ekki spáð fyrir hvað gerist. Við búum til okkar framtíð, þannig að fólk segir einhverja spádóma, en við vitum að það er ekkert að fara að uppfyllast í raun og veru. En áður fyrr lásu kristnimenn Daniels bók sem spádómsbók sem átti uppfyllingu sína í gegnum mannkynssöguna. Og virkilega trúðu því að spádómar ættu uppfyllinguna sína ekki bara í Gamla testamentu og Nýja testamentu, heldur líka á þeirra tíma. Þess vegna kalla ég þetta svona sögulega sýn, eða ég er að búa til mína eina þýðingu á þessu, eða mannkynssögu sýn. Og hún byggist bara á því, mjög einfalt, táknin sem eru í bókinni eiga sér sögulega uppfyllingu. Þegar það segir að það er ríki, eða dýr standi fyrir ríki, þá var bókstaflega ríki sem kom og uppfyllti þennan spádóm. Þegar það segir að það sé einhver tími, þá er bókstaflega einhver tími sem uppfyllti þetta. Þetta ánáttúrulega aðalega við Daniels og Opinberuna bókina sem eru þess slags spádómar. Og hugmyndin er líka að spádómar eigi sér samfellda og áframhaldandi uppfyllingu frá tímum ritningarinnar fram að tíma endurkomu Jesú. Það er ekki bara svona handahófskennt hér og þar, heldur nær þetta svona yfir tímalínuna. Og flestir siðbótamenn fram að miðblik svona 19. aldar aðhylltust, bara þeir túlkuðu allir svona Daniels bók og Opinberunarbókina. Hvort svo var sem Luther, eða Calvin í Sviss, John Knox, eða Tyndale, eða Bengel sem við sjáum hér í Þýskalandi síðar.
aragrúi ritskýringa, þeir eru ekki kannski með alveg eins skýringar, en þeir eru allir í svona svipuðum flokki. En hvað það sem að breytist síðan? Jú, fólk kannski hættir að trúa á spádómar séu raunverulegir, síðan kannski viltu líka losa undan óþægilegum hlutu sem að koma fram og bókin segir, eða fólk bara þreytt á því að það er verið ómikið þvæla með þetta og setja dagsetningar fyrir endurkomun og svoleiðis. Þannig að upp úr tíma siðbótarinnar, þú getur séð þetta bara og lesið til þetta, þá koma fram 2 aðrar sýnir hvernig lesa skyldi spádóma og það eru báðar setta fram af jesúítum sem svona siðbóta hreyfingamönnum. Og stuttu eftir siðbótina skrifar spænski jesúítin Luis de Alcázar bók Opinberunarbókina og hann leggur áherslu á að uppfyllingin sé öll í fortíðinni. Og hann talinn svona forfaðinn fortíðarsýnarinnar sem normið í fræðimennsku núna. Og hugmyndin oft þar að hún fjalli bara eins og með Danielsbók, hún fjallar bara eitthvað sem rétt að gerast á tímum Daniels og síðan bara búið. Af því hún rituð bara á tímum þegar erfiðlegir tímar og svona til þess að hughrista en hefur ekkert með framtíðina að gera. En Jesú Kristur, þegar hann að vitna í Danielsbók, þá vitnar hann og segir, hei, í framtíðinni þegar þið sjáu þetta, eins og Daniel talar þá vitið þið hvað ég að gera. Þannig að hann hefur aðeins öðruvísi skoðun. En þetta svona ein sýn og hinn sýn sem kom fram það sem við kalla framtíðasýn og annar maður, spanskur jesúíti sem að gaf út bóku Opinberunarbókina og þetta tengist oft skilningurinn og Opinberun og Daniel saman og hann sagði að Opinberunarbókin átti bara við Róm og bara síðustu lokaárin við komu Krist. En mangi sagði hún hefur ekkert með þetta að gera. Bara fyrsta öldin og síðan nokkur fyrir komu Krist. Og þið sjáu þetta svona miklu vinsællara, ekki kannski á fræðimönnum, en í svona, ég held sem mótmælendum í dag sem að reyna að túlka spádóma. Tengt svona við brottnumninguna viljaðir hafa mest allan hlutin gera. En svona sögulega sýnin það sem að ég kannski hef aðhyllst eins og flestir siðbótamenn fyrir tíma, því að það eiginlega sú leið sem að bókin vill sjálf láta túlka sig ef þú lest hana, því að hún útskýrir sig sjálf á svo miklu leyti. En hvernig vitum við hvernig á að túlka þessa bók? Hvað með bara kíkja aðeins á bókina sjálf og sjá hvaða tegunda bók þetta Það er nefnilega þannig að Danielsbók öðruvísi en aðrar spádómsbækur í Gamla testamentinu. Þær eru ekki af sömu gerð. Þetta er kallað apokalyptísk spádómsbók, en apokalyptísk, þetta bara þýðir opinberun. Nafnið á opinberunarbókina apokalypsis á frummálinu. Þannig að það má kalla þetta opinberunarrit og frábrugðin klassískum spádómsritum eins og Jesaja bók og Jeremía og Amos og svona litlu spámennir. Og það eru bara 2 svoleiðis bækur í Biblíunni, Daniels og Opinberunarbókin. Og þú sér þetta, ef þú lest svona aftast í Biblíunni, þá svona aðeins hverja bók og þá segir að Daniels bók ekki spámannarit í eiginlegri merkingu þess orðs, heldur opinberunarrit. Opinberun og Jóhannesar annar rit sem til þessum flokki og það fjallað viðburði á tímum herleðingar og kemur Nebúkadnesar konungur það við sögu og á tímum persneska heimsveldisins. Segir frá Daniel og vinum hans stóðust innan mestu eldrunir til varna trú sinni á tímum ofsókna en síðar hluti bókarinnar eru miklar sýnir framvindu sögunar. Eiginlega svona eins og vorum að minnast á. Því að skilgreiningin á apokalískum bókmyndum kemur svona hálfgert fram hér. Við finnum nokkra kafla sem eru svona í Esekiel og Sakaría og Jesaja en engin önnur bók en þessar 2 algjörlega svona. Þegar í opinberunarritunum þá höfum við engla sem að koma, það eru sýnir og draumar, himnesk leyndarmál gefið þeim sem að rita og deila milli góðs og ills sérst á svona himnesku stigi og svona mynstur í sögunni sem sýnir framvindu sögunar. Á meðan að Jesaja bara skrifa kannski til samtíma manna sinna fullkomlega og hefur voðalega lítið með framtíðin að gera. Þá þetta skrifað svona til fyrir stærri hóp. En hvað? Þetta þá ekki bara samansullað englum og endatíma rugli í svona bókum? Ef þú lítur bara á bókina og uppbyggingu hennar, þá sérðu að þetta alls ekkert eitthvað handahófskennd sýn hér og þar, heldur bókin sett saman af rosalega mikill og flottri hugsun sem bara heilstætt bókmenntaverk. Áður fyrir sögðu menn að Daniels bók væri skipt í 2 hluta. Fyrstu 6 kaflanir sem eru svona sögur af Daniel og vinum hans og
síðan 7-12 kapli sem eru sko aðal spádómanir og menn sögðu fyrri hlutin kannski aðeins eldri en síðan hinnir kaplanir miklu yngri, alveg nokkra aldir á milli og einhver hefur bara skeytt þessu saman til að láta þetta passa. En ef þú vilt aðeins líta á byggingu bókarinnar sjálfrar, þá sérðu að þetta ekki alveg svona. Þú getur skipt þessu í 1. og 7. kapla og 8. og 12. Og þá þetta svona. Ég teiknaði þetta sjálfur, ég vona að þetta sjáist vel. En það svona ákveðin krossbygging í uppbyggingu bókarinnar. Þetta mjög auðvelt að sjá ef þú lest hana. Í upphafi bara inngangur að bókinni. Síðan kemur annar kapli sem draumur sem konungur fær ris og hrun heimsvelda. 3. kapli, frelsun og nauða, það þegar það fara í eldsofnin. 4. kapli, kallar þetta hinn hæsti ræður þegar Daniel eða Nebúkadnesar lendir í því að vera auðmýktur. Og í 5. kapla kemur aftur Belsasar auðmýktur, hinn hæsti ræður, tengingin á milli. 7. kapli, frelsun og nauða, Daniel í ljónagryfinni. Og 7. kapli, ris og hrun heimsvelda í sýninni sem Daniel fær dýrin 4. Og það mjög auðvelt þegar þú lest bókina að sjá að það sé svona tenging og uppbygging á milli. Og sama með síðara hluta bókarinnar, það kemur 8. kapli, sýnum heimsveldin. 9. kapli, það kemur hann að biðja og það bænhersla og englar koma. 10. kapli, bænhersla og englar koma. Og 11. kapli, sýnum heimsveldi og síðan niðurlag. Þannig að þetta ekki slegt saman einhverjum svona brjálaði sem einhver hafði í Flóavíkiskasti eða eitthvað, heldur þetta einhver að skrifa og setja upp verk sem sett hugsun í. Það heildarsaga, bara nokkuð fallega svona listrænt sett upp, en ekki óreiða. Auðvelt kannski að muna sem að menn setja þetta upp svona. Því að bókin ekki sett fram í algjöru tímaröð, heldur hún sett í svona hugsunarröð, eins og við munum sjá síðar. Og það sem svo merkilegt, því að ég var einhvern tímann að tala við kall í Noregi 2002, það var nýbúið að ráðast inn í Írak og þá sagði hann, já, mástu þetta sýnin í Daniel 8. kapla sem að hrúturinn og geithafurinn, þetta Bush að ráðast á Saddam Hussein. Og ég sagði, já, það aldeilis svona æðislega útskýring út í loftið í engum tengslum við það sem stendur í kaplanum, engum tengslum við uppbyggingu bókarinnar, þar sem að þeir fara oft yfir sama efnið, heldur bara gripið út í þurrt. Og það kannski út af svona hluti sem að fólk hefur svona bara lagt og mikið til hliðar að reyna að skilja. En það líka annað sem að tengir uppbyggingu bókarinnar, sem tengist því, tungumáli sem hann rituð á. En þessi bók eina bókin í Gamla testamentinu eða Biblíunni sem rituð á 2 tungumálum, hebresku og arameísku, sem svo sérstakt því að skiptingin á sér staðina í öðrum kapla og alveg sögulegi hlutin svona á arameísku meðan spátanlegi hlutin á hebresku. Fólk spyr, skiptir það nokkuð einhverju máli? Skiptir okkur ekki neinu máli sem að kannski lesum bókina á íslensku í þýðingu? En það athyglisvert til þess að vita því að þessi tungumál nú reyndar mjög skyld, hebreska og arameíska. Og þetta svona babylonska sem þeir töluðu eða skrifuðu í fleygurúnum og svona. En þetta skrifað þessum tungumálum sem frekar skyld og líta frekar mikið út. En málið að Nebúkadnesar konungur sem í aðal hlutverki svona í 2. og 4. kapla og svona í byrjun bókarinnar, hann kaldi sem með arameísku sem móðumál, þannig að langlíklegast Daniel að tala arameísku næstu í allt sitt líf, þannig að mjög eðlilegt að þegar verið að tala hirðsögu hans, hann skrifið á bara tungumálunni sem hann að tala á þessum tíma. Og við vitum það líka ef að við Íslendingar flytja til útlanda sem krakkar og búa í Danmörku og í Bandaríkjunum, það mjög eðlilegt að þau skrifa á því tungumáli sem þau hafa verið í, sem kannski gefur aðeins grunnleika að því að Daniel hafi verið á þessum stað og skrifa þetta í þessu landi. En nú mikið rifist aldur bókarinnar og það skiptir okkur kannski smá máli því að menn segja þetta var nú ekki skrifað af neinum Daniel, þetta skrifað mörgum öldum seinna bara til þess að láta lítið út eins og uppfyllingsbátum á átt sér stað og annarri öld fyrir Krist þegar gyðingar fara gegnum mikla erfiðleika og þá þetta bara svona huggunarrit fyrir þá að segja þetta verður allt í lagi. Og ég trúi reyndar að hún sé rituð á þeim tíma sem að hún sjálf segir, bara á 7. öld fyrir Krist. En ef við skoðum tungumálið, þá getum við séð svolítið hvað
hvaða aldur bókunarinnar En málið að þetta svo stórt efni að ég ætla bara að fara að stökkva yfir þetta og fer aðeins inn á þetta í fjórða fyrirlestrinum. Málið að því að ef það almennt talið að þetta sé skrifað á tímum Antíokkar Epífanesar 168 fyrir Krist, 3 öldum síðar en Daníel átti að vera lifandi, út af þeirri krísu sem var í innrás hans, þá það samt merkilegt að hann skuli hafa getað sagt eins og hann sagði fyrir, en þá þetta náttúrulega bara fake bók, ekki skrifið af einhverjum einstaklingi, heldur svona, eins og sagt, bara látið líta þannig út fyrir að hann hafi skrifað þetta. En það bara merkilegt að þú skoða til dæmis menn frá Dauðahafshandritin og fór að finna að, Daníels bók var eina vinsælsta bókunum hér í þessu samfélagi í Qumran. Hér voru þeir fundu 8 eintök af Daníels bók. Það voru bara sálmanir og Mósebækurnar sem voru fleiri eintök af því. Þannig að hún var vel liðin á þessum stað og elstu eintökin sem þeir áttu alveg frá 100 fyrir Krist, eða 120. Þannig að eintökin sem þeir áttu eru 50 árum þá frá því hún átti að vera skrifuð. Og það er mjög ólíklegt að það myndi hafa verið tekið sem vel liðið og tekið sem hlut af svona kanóninni þeirra trúarritum ef fólk vissalega þetta var skrifað. Það getur sagt afi minn var uppi fyrir 50 árum og hann þekkir ekki þessa bók. Það bara komið einhverja ruglbókinga til okkar. Þannig að tímabilið er svo stutt sem við höfum frá því hún er tekin sem bara bók sem er góð og gild og hún á að hafa verið rituð. Fyrir utan að orðaforðan sem við getum séð og að Jesús sjálfur tók bókina alvarlega og sagði að Daníel hefði skrifað hana og hún ætti við í framtíðin ennþá. En þá skulum við kannski bara aðeins koma að efni bókarinnar. Þetta var svona smá inngangur bókina. Það er svo nauðsynlegt aðeins að sjá það áður en við förum í bókina sjálfa. En við skulum bara byrja í fyrsta versi. Á 3. stjórnarári Jójakims konungs í Júda kom Nebúkadnesar Babýloníu konungur og settist Jerúsalem. Fyrsta dagsetningi sem við höfum í þessari bók er í kringum 605. Þegar að Babýloníu konungur kemur og tekur yfir. En málið aðeins að sýna okkur fyrst að tala lönd og eitthvað, maður veit ekkert hvað við að tala kannski. Hér höfum við Jerúsalem. Hér er Egyptaland í suðri og hér í norðri er Babýlon og hér er Assería, borginar. En á 7. öld, 600 og eitthvað fyrir Krist, fóru yfirráð á Ísrael svona á milli stórríkja. Asseríumenn réðu lengi vel yfir Ísraelsmönnum, en upp úr 626 þá dó síðasti svona kóngunni þeirra og veldi brotnaði upp. En þú sér hérna Assyrian Empire, eða þeirra stórveldi var rosa vítt og náði langt upp í norðri og eina niður í suðri. Og þar á meðal Jerúsalem. Svo þeir eru það svara til þeirra. En eftir að þeirra stórveldi liðaðist í sundur, voru Ísraelsmenn ekki frjálsir rosalega lengi því að Egyptar sáu sér tækifæri og fóru alveg upp hingað Efrates og tóku yfir landsvæði þar. Tegði anga sína alveg upp í Vestur-Asíu og réðum stundasakir, einhver áratug eða svo. En síðan kemur þetta nýja veldi, Babýlon í austri, sterkt fram og í slagtægi við Meta þá kemur þessi hvara Babýlonumenn og taka yfir og lenda í stórum bardugum við Egypta og árið 605, sem þessi saga byrjar, þá sigraði þeir Egypta og taka yfir landsvæði sem þeir áttu. Svo þegar þeir koma til Jerúsalem, þá er engin mótspyrna sem Ísraelsmenn veit að þeir segja bara allt í lagi, við vorum undir Egyptu, núna komið þið, alveg gott. Svo þeir sigra þá og taka herfang. Það er einhverjum áratugum síðan sem þeir eru að gera einhverju uppreisn og þá er svona stór hluti þjóðarinnar eitt eða tekin í herfang. En annað vers segir, drottinn gaf Nebúkadnesar honum á vald Jójakim Júdakonung og jafnframt ýmis áhöld úr húsi Guðs. Svo við sjáum bara hvaða tímina og hvaða hlutir að gerast þegar bókin er skrifuð. Svo hann tekur einhverja hluti úr helgidóm Ísraelsmanna og til þess að sýna sigur bara sinna Guða yfir þeim og færi það síðan bara í sinn helgidóm. En helgidómurinn kemur aftur
svolítið mikið fram í þessari bók, bæði í 5. kafla og síðan í 8. kafla og tengist svolítið mikið líka opinberuna bókinni. En allavega, herleiðingin sem þeir lenda í, það segir að Guð eða Drottinn hafi gefið honum á vald Jójakim. Hún var sagð fyrir í Gamla testamentinu. Af hverju er verið að byrja á þessari bók að segja að Guð gaf þessa Ísraelsmenn í hendur einhverjum heiðingjum? Nú, Ísraelsmenn höfðu kannski verið valið fólk hans, ekki að þeir voru betri en aðrir, heldur átt að vitna gæsku og lögmál þess Guð sem þeir trúðu á og vera ljós það sem þeir voru, en sína hvað hægt var að gera þegar þeir smá og veika sameinast mikla Guði, hvernig hann blessar og bætir, en Guð sem að þröngva sér ekki upp á neinn, hann gefur fólki samvinsku frelsi og tækifæri til að gera það sem þeir vilja, gefur þeim bara sáttmál að fylgja sér og hann muni vera Guð þeirra og blessa þá. En þeir héldu ekki sérstaklega fast í hann. Nú Ísraelsmenn, eftir að komu úr Egyptalandi og fóru í fyrirheina landið og byggðu upp sitt ríki, þá náðu þeir svona hátindi með Davíð og Salomon, en eftir það þá bara brotnaði ríkið upp í 2 hluta, Júda og Ísrael, og Ísraelsmenn í norðri tóku fljótlega að tilbiðja aðra guði og tóku upp vanvirða sáttmálan, og Guð sendi spámenn, svona þessar klassísku spámenn, Elía og Amos og Hósea, til þess að segja: hei, voru við ekki með sáttmála, hvað er þið að gera? Ef þið iðrist þá mun ég kannski blessa ykkur, en ég ætla ekki að halda einhverju verndarhendi yfir ykkur þegar allt er brjálaðina í kringum ykkur, ef að þið eru að tilbiðja aðra guði og drepa spámennina. Svo eftir spámann þá segir hann bara: þetta er liðið undir lok, og 722 komið einmitt Assýríumenn og bara lögðu undir sig þennan hluta, 10 ættkvíslir sem að byggu hér, þannig að bara lítill hluti er eftir í Júda. Og Suðurríkið, Júda, var framan af svona trúfast land, en fjall frá hann eins og Ísrael, og þetta er svona það sem lest í sögubækum Biblíunnar og í spámannsbækum, setið þetta aðeins í samhengi. Þá tóku þeir upp á ballstyrkun líka og ofsóttu spámennina, komu illa við ekkjuna og fátæklingin, eins og spámenninni sögðu þeir gætuð ekki gert og komist upp með. Svo Guð gafst ekki heldur upp á þeim, sendi þeim spámenn til þess að kalla þá, Míka og Jesaja og Jeremía, en það var ekkert sérlega vel tekið á móti þeim, og á lokum gerðist þetta sem við erum að lesa hér. Og hérna sjáum við líka aðeins tímaramman sem þessi klassísku spámenn er að upp á. Þeir rita mestmegnis kannski til Ísrael, iðrist, Júda, iðrist, eða kannski hinna landana, Edom og Móab, það sem þeir eru að gera rangt, og annars myndi herleiðingin koma. Þannig að þeir eru aðalega í samtíma sínum, en ekki svona framtíðina rosalega mikið. En þema bókarinnar kemur kannski aðeins fram hérna í þessu versi þegar við erum að lesa, að það er Drottinn sem að gefur honum, jafnvel þetta sé fólk hans, vald Jójakim, Júdakonung, og bara ýmislegt sem því fylgir. Því að Drottinn er sá sem að ræður þótt ríki kom og fara, og sama hvað samt sýnist, þá er Guð við stjórnveldin. Og meira sé að þegar erfiðleikar dynja á, þá er alveldi Guðs nær og hærra en æðsti maður æðsta heimsveldisins, sem er hér Nebúkadnesar. En lesum áfram. Konungur bauð að flytja til sín nokkra Ísraelsmenn af konungs- og aðalsættum, unga menn, lítalaus og fríða sínum, vel menntað á öllum sviðum, fróða og hæfa til þjónustu í konungshöllinni. Skyldi þeim kennt að rita og tala mál Kaldea. Skyldi mennta þá í 3 ár, en að þeim loknum skyldu þeir þjóna við hirðina. Meðan þessara manna voru þeir Daniel, Hananaja, Mísael og Asaraja, allir frá Júda. Svo hér eru þeir best gefnu og best ættuðu teknir í herleiðinguna og settir í 3 ára nám að læra tungu og siði til þess að vera ráðgjafa konungs. Eftir við settir yfir málefni sem tengjast þeirra heimaslóðum og hugmyndans Nebúkadnesar að stjórna Júdeu án þess að þurfa að vera ráða yfir og taka hann yfir. Þannig að þeir læra í mörg ár tungumáli, þannig að sjáum við aðeins öðruvísi heldur en hebreskan, þessar fleirónir mun fleiri, og læra alls konar hluti. Eftir við lært starffræðina og annað slíkt. Það er einmitt frá Babylonumönnum sem við höfum þessa 60 kerfi, það er þeim að þakka að við séum með 360 gráður í hring og 60 mínútur, 60 sekundur og þetta hérna. En þetta er það sem að þeir eru settir í, að fara á nýjan stað og læra.
Æðsti geldingurinn konungs gaf þeim nöfn og kallaði Daniel Beltsasar, Hananæja Sadrak, Mísael Mesak og Asaræja Abednego. Nú í biblíunni og tímum Ísraelsmanna þá voru nöfnun svolítið mikilvæg. Það var ekki bara gefið eitthvað nafn. Abram, sem þýðir faðir margra, fékk nafnið Abraham, faðir margra þjóða. Jakob, sem þýðir svikari, eftir að hann glímdi við Guð fékk hann nafnið Ísrael, eða megi Guð ráða. Og Daniel, en nafn hans þýðir Daniel, Guð er dómari, fær hérna eitthvað nafn Baltsasar, megi Bel Guð vernda konungin. Og hinir líka, það svona breytist frá því að vera þeirra hebreska trú og snúast hina trúna. Svo hér eru komnir í nýtt land, nýja siðir með ný nöfn. Ekki það að ætla að breyta einhverju trú þeirra með þessu nöfnum, en við höfum nú gert svipaða hluti hér á Íslandi því mann þegar ég var krakki og þú vildi vera Íslendingur, þá þurftu þú að hafa hvað? Íslenskt nafn, takk fyrir. Sri Krishna. Nei, þú fær bara Máni eða Smári. Svona er þetta bara, típist. Þannig að þetta er bara að segja, þú átt að vera hluti af okkur, þá gerist þetta svona. En við höldum áfram. Konungur lét skammtaði mat og vín daglega af konungsborði, en Daniel einsetti sér að sörga sig hvorki á krásum og konungsborði né víni konungs. Hann bað því æðsta gelding konungs að hlífa sér við slíkri sörgun. Nú, við sjáum hér að strax svo þetta herleiðingin er komin vegna þess að þeir voru ótrúfastir Ísraelsmenn, þá höfum við samt góða stráka, eða þeir virðast vera frekar almennir náungar, tekni með í herleiðinguna. Þannig þáttur að þeir hafi kannski ekki verið ótrúfastir, þá lenda þeir í þessu vandræðum og vesenni. Og það er búið að færa þá að heiman, gefa þeim nýtt nafn, búið þá í nýjan skóla, algjörlega verið svona að brjóta niður til þess að byggja upp á nýtt, en hér er þetta að þeir segja bara nei, ég ætla að vera algjörlega kósir, ég ætla aðeins að leyfa bara að þú getur kannski breytt hlutum á kringumstæðinu mínu en þú getur ekki breytt samvisku minni og því sem að mér finnst rétt. Því að samkvæmt þeirra trú þá sögðu þeir nei, ég ætla ekki að vera að drekka vín ef ég á að vera að læra og gera stjórn á einhverjum svona hluti. Ég þekki sögunar í Gamla testamentinu hvernig það fer og ég ætla ekki að borða hvað sem er sett fram fyrir mig því að þetta er kannski fórnað einhverjum öðrum guðum eða óhreint kjöt. Ég vil fá að ráða aðeins sjálfur með þessa hluti. Og þeir þekktu greinilega reikningana vel, þeir voru ekki alveg í ruglinu sko. En greinilegt að þeir höfðu svona ákveðina standard og svona einhverja dygðir sem þeir vildu standa fyrir. Því að annar staðar í biblíunni, það er nú ekki minnst á Daniel á mörgum stöðum, en Esekíel samtíma spámaðurinn, hann hrósar honum fyrir réttlæti sitt og fyrir visku sína. Þannig að hann hafi verið svona réttlátur og vetur maður. Svo þeir vinirnir segja við mannin sem hefur yfir umsjón með þeim að þeir vilja ekki borða þetta. Ekki þegar þeir voru matvandir eða uppreisna segir án einhver tilefnis, heldur vildu bara vera trúir sinni sannfæringu. Og hann trúiði því, örugglega Daniel, að sama hvað sýndist að þá væri Guð við stjórnvöldin og meira að segja þegar vandræðin dynja og hann vildi gera það sem hann vissi væri rétt og treysta Guði fyrir afleiðingunum. Og umsjónamaðurinn er óviss og segir, nei, þú lendir bara í vandamálum, sko ég missi hausinn ef að þú ert eitthvað vannærður, þannig að við skulum bara aðeins róa okkur. En Daniel segir, reyndu okkur núna, bara í 10 daga, geðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka og virtu svo fyrir þér útlit okkar og útlit þeirra sem snæða krási konungs og farðu síðan með okkur þjónaðina eins og þér líst. Hann fór að þessum orðum þeirra og reyndi þá í 10 daga. Svo hann segir, ég skil vel, þú vilt ekki leyfa þetta, gef mér bara 10 daga, smá tilraun. Geðu okkur grænmeti, eða orðið sem er notað hérna með meira en grænmeti, þetta er það sem hefur fræið í sér, baunir, ber og korn og döðlur og grænmeti og svo leiðis. Ég sjálfur hef verið grænmetisæta tíma og þá lítur þetta svolítið leiðinlega út. Já, þetta bara grænmeti, hvað ætlar að fá þér í hádegismat? Þú mætir í vinnunni einhvers staðar, ætlar að fá þér gras eða kál. Þegar að grænmeti nær, það sem er ekki kjöt, nær náttúrulega yfir allt sem hægt er að eta sem er bara ekki kjötmeti. Mikið úrval, en kannski aðeins einfaldari matu sem þeir eru að biðja um. Vil ekki fá svona kræsingar konungsins og einfaldara drykki. 10 daga, segir hann. Gef mér 10 daga til þess að prófa þetta. Ég skal lofa þér, ég verð ekki honum fölur og með bauga og bara vannæður eftir 10 daga. Og rannsóknir einmitt, sýna meira og meira tengsl hugar og líkama
Ástæðis kannski að ritningin segir að hugsa vel bæði líkama og sál. Og lengi vel höfðu menn talið sál og líkama aðskilið. Það sem þú gerir við líkamann hefur ekki áhrif á sálarlífið eða andlega líðan. Það sem þú borðar hefur ekkert áhrif á hvernig þú hugsaðir eða neitt þannig. En ég meina, það hafa örugglega margir hér fengið sér eitthvað að drekka sem hefur valdið hugsunar rugli eða borðað algjörlega yfir sig þannig að þeir gátu ekki algjörlega einbeitt sér að hugsa eitthvað. Við sjáum að Daniel segir í bókinni, hann er svona eldklár náungi, fær sýnir og ræður drauma og getur þess vegna ekkert verið með einhvern óskýran hug og í einhverju eilífu ofáti. En hérna biður hann bara stutta klíniska eða bara svona rannsókn. Og það er stundum talað, ég fæ þetta hérna lánað félagi mínum, að það er talað hérna í sögunum faraldsfræði og aðferðir og hugtöka fyrsta svona klíniska rannsóknin sem við vitum í sögunni sé að finna hana í fyrstu Danielsbók, því að hérna eru 2 hópa, annar er með sérfræði, hinn er ekki, það eru 10 dagar, við getum séð hvernig þeir eru fyrir og við getum séð hvernig þeir eru eftir og borið þá saman. Geta 10 dagar breytt einhverju? Nú eru heilsuhæli til víða heim sem að ég hef verið einu þarna í Noregi sem er svona með 10 daga eða 2-3 vikur sem þú kemur og það er mælt svona blóðsykur og blóðfita og þyngd og blóðþrýstingur og síðan ertu á svona heilbrigðu grænmetisfæði og lifir svona kannski í útjaðri bæjarins í svona aðeins minna streita og í sambandi við fólk þegar þú ert að borða og ert þarna í nokkra daga og eftir svona 10 daga er það kannski mælt aftur. Bara ótrúlegt, menn getur næstu bara séð á svona 10 dögum eða nokkrum vikum framfarir á þessum tíma. Það sem getur aðeins sjást jákvæða breytingar. Þannig að þetta er svona markverður tími. En að 10 dögum liðinum voru þeir hraustlegri ásýndum og betri holdum en hinn ungmennin sem snæddu krásir konungs. Og þessum 4 piltum veitti Guð lærdóm og leikni, hvers kyns ritmynd og speki og Daniel gat ráðið hverja sýn og hvern draum. Þannig að hérna hefur þetta einhverjir táningar sem eru herleitir, útlendingar, jánauð, en þeir gátu samt verið trúir sinni samvisku og Guð blessaði þá greinilega. Og út úr slæmum kringumstæðum, að vera að flytja á milli heimshluta og tekið frá fjölskyldunni, kemur samt eitthvað gott. Ég veit að það er nefnilega ekkert auðvelt alltaf að vera ungur og standa upp fyrir því sem að trúir eða heldur að sé rétt og fylgja sinni sannfæringu þegar það er ekkert sérstaklega vinsælt og aðrir ekki að gera það í kring. Oft getur erfiðleikar jafnvel komið út frá því og lendir bara í vesenni. En líkt og Daniel og vinur hans, þá er Guð við stjórnvöldin þótt við sjáum það ekki alltaf alveg strax. Það er hægt að ná langt á þess að vera fórna sinni samvisku, þess að vera hluti af einhverju. Og í lok bókarinnar segir að konungur ræddi við þá og meðal þeirra allar reyndist engin jafn og gyðra Daniels, Hananæja, Mísael og Asaría. Þeir hlutu sess við hirð konungs og í öllum visk og skilningsatriðum sem konungur leitaði ráða hjá þeim, fann hann að þeir voru tífalt fremri öllum spásagnamönnum og særingamönnum í ríki hans. Svo að námi loknu þá stóðu þeir upp úr, félagarnir. Í höfuborg heimsveldis þessa tíma, í þeirra æðsta háskóla, þá voru þeir bara toppnemendur sko. Sést hér á sannar, sést kannski hér að sannur svona frami sem að maður getur náð er ekki alltaf bara á tilviljun eða forlegum, heldur bara að nýta þau tækifæri sem að við Guð leggur í okkar veg. Daniel fekk tækifæri til bestu menntunar, en það fylgdi því bara þetta aðeins að slaka á og kannski láta eftir einhverjum atriðum sem þér finnst merkileg. En hann segir, nei, ég ætla að standa bara fastur á mínu. Vandræðin koma, en það leysist úr þeim. Svo kannski megið atriðið, þetta er ekki beint mest spennandi spádómskaflinn af öllum í Daniel, en við byrjum bara fyrsta kafla, það er mjög eðlilegt, er að það sést hér það sem er síðan þemað í bókinni, að sama hvað sýnist, þá er Guð við stjórnvöldin, það sé bara bak við tjöldin, meira að segja þegar hlutinni líta út furðulega. En það kom það fyrir Daniel að honum var sagt bara að vera trúfastu sinni samvisku, kannski þess vegna sem hann hlaut visku til þess að ráða sýnir og drauma sem koma síðar í bókinni. Það er margir sem hafa sagt í gegnum tíðina, ég hef spámanlega sýn, ég get ráðið drauma, en hvaða mann hefur þetta fólk oft að geyma?
Ég efast að margir svona sjálf hafa gert sig af gúrúum hitt og þetta og eiga marga fylgjendur og hjákonur og gull og flotta bíla, en að þeir hafa einhvern karakter sem ber svona einkenni eins og Daníel, að þeir hafa einhvern tengsl við almættið, það sést ekki oft. Því að þessi auðmýkt og trúfesti einkenndu hans, því þetta snerist ekki sjálfa sig, heldur bara að vera trúið sem hann vissi. Og í lok bókarinnar segir þarna dvaldist Daníel allt til fyrsta stjórnarár Kýrusar konungs, svo þú sérð, þetta árið 536, þannig að tímarammi bókarinnar sem hann á lífi 70 ár. Þannig að hann lifði greinilega lengi og heilsu, en það hafði hann sem hlutverk sitt að borða svona einfald og settur hann í þjónustu konungs og lifði yfir tíma 2 heimsvelda. Því að Babylon var kannski á hápunkti sínum þegar hann kemur upp og fellur niður og næsta heimsveldi tekur yfir, þá hann orðinn háaldraður maður. Ef við skoðum orð Krists tákntímana, eins og ég minntist á í upphafi, þá sjáum við að það eitthvað að gerast og við getum ekki hundsað táknin endalaust og verið óreiðubúin þegar Kristur kemur aftur. Kannski gott að læra af Mount Pele og hundsa ekki táknin þegar við sjáum þau. Og hlustum á orð Krist þegar hann að tala táknin og bendir á Daníelsbók og rannsökum hana saman. Farið heim ef við komið núna og næst og þar næst og pælið í því sem það hafið heyrt, rannsakið sjálf, berið við reikningarnar en hundsið ekki hins spádómlega orð og Daníelsbókina. Gefum bókinni sem að Kristus sjálfur mælti með gaum. Ef að gera það. Þar aftur segir hann að enda hérna með Isaac Newton sem segir að spádómanir það sem að koma skal eiga við kirkjuna á öllum öldum og að meðal gömlu spámannana þá Daníelsbók með greinilegasta tímaramman, auðvildust að skilja og þar að leiðandi verður Daníel að vera lykillinn að hinum spámönnunum þegar kemur að enda tímanum. Daníel sem lykill að hinum bókunum, hvort sem það er opinberunarbókin eða aðra spádómsbækur sem hafa nokkra kannski kafla tengd þessu, þá gott að byrja hér. Nú þetta bara inngangurinn hérna. Á næsta kafla þá kemur fyrir draumur Nebúkadnesar hvað muni gerast á hinum síðari dögum. Það er hérna 8. október, opinberun leyndra hluta. Draumur konungs segir fyrir framtíðina. Og ég vonast bara til þess að þið hafi notið góðs af og við sjáum ykkur þar að viku liðinni. Takk fyrir, það verða smá hressingar aftan hefði viljið. Takk.